Hello. Ok. Við erum fyrir utan Smárabíó og við fórum á Dead Snow 2 Red vs. Dead. Og já, kannski að byrja á sögutræðinum, eins og það. Já, þetta er að hún byrjar á nákvæmlega sama stað og síðasta mynd hættir. Sæstu, Red Dead, nei, Snow... Þetta er eitthvað eitt og eitthvað snjór og Rauðsnö 1. Döðsnö 1. Já, ég sá samt ekki fyrstu myndina, þannig að ég var bara að fara núna á þessa, númer 2. Já, ef við byrjum kannski bara á sögutræðinum, veit ég. Svo hópar fólki þegar út í svona fjallakóa, það veitum við til. Og einhvern veginn náttu að lífga að hana... Þau finna nasista gull og... Já, það reisir upp nasista uppvakninga upp frá guðum. Eða zombies, já. Já, þetta er ekki zombies, þetta eru uppvakningar, það er smá munur á, sko. Það er rauninni ekki útskýrt nógu vel í myndinni, en uppvakningar er eitthvað, það eru álög. Þú veist, þetta er eitthvað sem er vakið upp frá dauðum með einhvers konar töfrum. Þannig og það er svona svolítið ekki farið nógu vel út í suma flækjurnar. Það er bara sagt, þú veist, þetta eru töfrar. En þú veist, það er ekki sagt, þetta eru töfrar. Það er svona undirliggjandi. Bara þetta er hátt einfalt zombies. Já, en samt ekki zombies. En þetta er ekki típisku zombies sem eru hérna bara, heldur meira svona... Þeir geta talað og hlegið. Og eru mjög sterkir. Allavega, eftir atburð fyrstu myndar, þá er bara klippt beint á aðalpersónuna Martin, eða ekki? Já, þannig að flashbackin í þessari eru úr fyrstu. Já, bara upphafsatriðið. Ok, þessi mynd virkar mjög vel sem sjálfstæð mynd. Já, mér fannst það allan. Hún lítur miklu betur út og er miklu betri eiginlega bara en fyrsta myndin. Fyrir utan það náttúrulega þar er meira svona hvítt, þannig að rauði liturinn er miklu svona, hann sést miklu betur, allt blóð og svoleiðis í fyrstu myndinni. En allan, við ætlum að reyna að tala bara um þessa mynd svona, eins mikið við getum. Ég held að þessi mynd hafði meira budget. Það sem meira pening til að eyða í gerviblóð og svona förðun og einn skriðdreka. Það er skriðdreki í þessa mynd og einhverjum stjórnunum svo þetta er uppvakningar á skriðdreka. Nasista uppvakningar á skriðdreka. By the way. Hérna aðalpersónan heitir Martin og líkist Adolf Inga. Í rauninni er þetta Adolf Ingi í aðhlutverki. Þetta er Adolf að nasista uppvakninga. Já, basically. Þetta er norskur Adolf Ingi alltaf nasista uppvakninga. The Zombie Squad. Já. Og það er meitt hérna, hann í rauninni, hann kemst leið og við hérna ljúkum upprifun frá mynd nr. 1, þá er hann í bíl og hann fattar það að hann er með eitt svona gullpening frá nasistunum í bílnum hjá sér. Þannig að nasistarnir halda áfram að elta hann og ná honum auðvitað og þeir fara svona aðeins að rífast í bílnum og utan á bílnum og svona og hérna það sem að gerist er að í fyrstu myndinni að þá misti Martin hendina, hann þurfti að saga hann af svo hann myndi ekki breytast í uppvakning. Hann var bitinn í höndina sko. Já, og í þessari mynd að þá þegar hann er að rífast við aðalforingja Herzog eða Herzog að þá þegar er að rífast hann í bílnum að þá rifnar hendina á Herzog á út því að það er svona smá árekstur í gangi. Og vegna misskilnings þá saumar læknir höndina hans Herzogs á Martin. Já, eftir að Martin lendir í bílslysi. Þannig að Martin er með svona uppvakningahönd fasta á sér sem hann stjórnar ekki, eða getur ekki stjórnað fyrst en svo lærir hann að stjórna henni. Og markmið hans í myndinni er að hefna sín á Herzog, þessum nasista foringja, fyrir að hafa myrt vini hans og kærustuna hans sem hann elskaði mjög heitt og hann ætlaði að reyna að elta þennan Herzog uppi og drepa hann. Og hann fær til liðsins bandarískt uppvakningateymi eða Zombie Squad sem er alveg frábært, það er mjög fyndið, það er 3 nördar í kjallara. Það er sem búið á móður sinni og pappa. Þeir fara til Norris og veita honum aðstoð eins mikið þau geta og þau ætla að reyna að safna liði dauðra rússneskra hermanna til þess að geta barist við nasistana. Og ástæðan fyrir því að þetta rússneskir hermenn er að í seinni heimsstyrjöldinni að þá var ákveðin herdeild Rússa flutt á ákveðin stað í Noregi til þess í fangabúðir til þess að stöðva í rauninni Herzog og allt hans gengi. Þannig að
núna þarf Martin með sína töfrahendi að vekja upp til lífs gamla og dauða Rússa sem eru einhvers staðar í Noregi. Svo þetta er Red vs. Dead. Já. Og það er mitt Núna útskýrum við titilinn. nafn myndarinnar. Rússar á móti Þetta er nasista-uppminningar plus Sovjaskýr. uppminningar. Já. Og líka til þess að útskýra eitt varðandi myndina, svona kannski aðeins út frá sögutræði, eða ekki beint sem tengir sögutræðinum, en þetta er ekki hrollvekja. Nei. Nei. Þetta er eiginlega svona spennu og gamanmynd. Já, þetta Og er romantísk gamanmynd Já. líka. Já. Mjög mikið af svörtum húmor og allt Já, svoleiðis. akkurat. Þetta er svona, gætum við sagt að þetta sé grín hrollvekja eða Já. svona Já, í rauninni, hrollvekja Þetta er sem tekur fílið sig sjónvarp- ekki sjálf alvarlega. Já. Þetta er eins og Shaun of the Dead. Já, Og- Shaun of the Dead, já. Og Brain Dead líka. Brain Dead, já. Og það er Mjög gott dæmi og Evil Dead, Já. svona einmitt Evil Dead og það er líka Dead, mikið dead. allir Mjög Dead. Allir dauðir. Svo er ein mynd, það er bara svona smá atriði í American Werewolf in London sem að minnir mig aðeins á þetta og þar eru einmitt nasista uppfinningar en þeir eru með aðeins öðruvísi andlit, þeir eru með svona hunda andlit eða svoleiðis Já. og það er svona smá svona atriði í American Werewolf in London sem er alveg eins og í þessari mynd, það er að segja þeir eru svona ákveðnu heimili að reyna úr stæði. Og þetta er svona skandinavísk mynd, er þetta ekki alveg potið norsk mynd? Jú. Eða norsk framleiðsla? Já. Það er Þetta- Virkóla leikstýri myndinni. Já, þetta er svona norsk mynd og hún er ekki svo dýr, höldum við allavega. Já, við vitum ekki alveg hvað hún kostar. Nei, en Kostaði alveg meira en fyrsta myndin. Já, Ég er alveg En- viss það sko. en ég verði eiginlega að segja eitt að mér fannst bardagatriðin rosa vel útfærð og skemmtilega Já, útfærð og hérna er eitt gott dæmi að ég fór sett nýlega á 300 Rise of an Empire sem er rosalega svona visually alveg rosa flott og allt það, Zack Snyder líkstýrinn og allt það og það voru bardagatrið henni í slow motion þetta næst í allt bara ætla að bera þau saman við bardagatriðin í þessari mynd mér fannst bardagatriðin í þessari mynd skemmtilegri og betri og bara vel útfærðari, sérstaklega með og ég veit það það er eiginlega bara pottþétt að þeir sem gerðu þessa mynd höfðu ekki eins mikið pening og þeir sem gerðu 300 framhaldið þess að en þeim tókst samt mjög vel upp að gera ótrúlega flott og skemmtileg slagsmálaandri, mjög blóðug og Það er svona mjög uppfinningasöm gagnvart því hvernig þau drepa uppvæninguna í rauninni. Mjög Já. gott slapstick í þessari mynd. Sem að reyndar trufla mig aðeins út af því að enn og aftur þetta er ekki zombies, þetta eru uppvakningar og það er í rauninni ekki gefið upp í þessari mynd hvernig á að drepa þá. En þau ná samt að drepa það, það er svona trufla mig aðeins. Já, akkurat, já, það er rétt, já. Út af því að þú veist, það er ekki nóg kannski Það þarf ekki að setja skjóta það í hausinn eða neitt, það er bara Nei, einhvern veginn Eða afhausa. lemja þau bara eða eitthvað. Já, lemja það með hamri eða eitthvað. Bara eins og myndi drepa venjulega mannesku. Já, þá er því uppvakningarnir. Mjög skrítið. Það gildi að vera sama reglan að ef heilinn skaddast Já, sem ekki alveg viti út að þau dauði Já. þá er heilinn hvað sem er rátnaður en uppvakningar, suspension of belief Já, einmitt. en ef maður skadar heilinn þá það er svona almenn regla ef þú gerir það þá eru þau död. Já, þetta er, kom mér á óvart, þetta er svona skandinavísk framleiðsla en það kom mér á óvart hvað hún var vel gerð. Það Já. var alveg, myndatakan var rosalega flott, klippingin alveg æðislega, mjög hröð og skemmtileg og Manni langar að sjá flottur, leikurinn mjög skemmtilegur. Já, þú veist, hvað það er að segja? manni langar að sjá íslenska Já, Ísland er það yrði frábært. Sko, 2/3 hlutar af myndinni gerast á Íslandi en Já. það er að segja þeir eru teknir upp á Íslandi en þeir eiga að gerast í Noregi. Já, en, pælið þessu, þú veist, íslensk uppvakningamynd og Latti er uppvakningur. Pælið í því, það er það ímynd. Hvernig fyrst þessu hugmynd? Nei, þú veist, bara fá helliga þekktum íslenskum leikurum til að leika uppvakninga, svona, þú veist. Já, ég ætla bara að drepa ykkur, já, dáið, Magnús! Ekki, Að sjá, ef Magnús, kóriander. Já, það var mjög spes. ef ekki bara byrja í þessu, þú veist, svona pinning og fara Þeir getur lagt inn á Latti, reikning. Já, og við erum kenntölum og bankareikning og ef þið viljið leika í myndinni þá bara bjall í ykkur. Já. þið getið treyst okkur. En já, Áfram með Það var eitt sem myndina. Áfram með smjörið. Yes. ára með smjörið. Það var eitt sem okkur fannst svolítið skemma upplifun allan að mér og Heimir. Og það var einhver gæi sem satt þarna fyrir aftan okkur Já. sem að hló svona allan tíman á myndinni á næstu einhverju einasta atriði. Já. Það var mjög truflandi. Já. Þannig að Eða svona, við hvetjum ykkur til þess að sýna
öðrum bíógestum virðingu þegar þeir fara í En ég meina, bíó. þú veist, ef þið finnst eitthvað Já. fyndið, þá ferð að hlæja. Já, auðvitað. Það er svolítið erfitt að Það Við ætlum stjórna. ekki að banna ykkur að hlæja, en Það er bara það að þessi maður hló að öllu. já, Með þess að, þú veist, aðtögun svo ekki eins og það fyndin, sko, en ég meina, En svona, þetta var mjög já. truflandi en hérna. Þetta er mjög svartur húmór og ef þú ert svona með virkilega mikinn svona sadista húmór og svartan húmór, Já. þá er alveg skiljanlegt að fara að hlæja af Ef þessu. þið það er finnst mikið af fyndið- innyflum tóguð út og hausar kramdir og það, hann hlóð satt mikið að því. Það er að, ef ykkur finnst fyndið að sjá nasista uppvetninga en á skriðdega, skjóta á dagmömmur Já. með barnakjör, Já, það er þetta myndin fyrir ykkur. En þú veist, og líka það bara að segja þessa setningu, það hljóma mjög fáránlega en þetta lítur virkilega vel út. Já, Já. mjög vel gert. mjög Og listrænt. líka það er svona eitt atrið það sem koma skriðdrykkinn og það er hérna sandkassi og það er krakkar í sandkassanum og þú veist, það er augljóst að þau keyra yfir krakkana en það er samt ekki sýnt, það er klippt rétt svo áður Já. en þannig að hún í rauninni, hún sleppur við svona hún rétt svo sleppur yfir velsældamörk hvað það varðar að drepa börn í rauninni. Aftur á móti, það er sínt nota, tvei uppbæningar, næstu uppbæningar, sem að nota ristilinn á einu manni og tengja svona milli svona Já, frá bensintankur Já. strætó og yfir í bensintanki á skriðdega Já. og það er svona eitt svona sjúður svona úr einum endan og svona myndi flæða bensín Já. gegnum þetta og svona að fyllt upp á skriðdegan. eins og segja, hún er mjög uppfinningasöm þessi mynd hvað hún Já. gerir í rauninni við dautt fólk. Já, Og kannski fyrir svona kvikmynda áhugamenn þá voru mörg svona skot sem við höfum séð áður eins og Vertigo shot heitir það. Það var sett notað í Vertigo og líka í Goodfellas og það kom mjög vel út í þessari mynd. Já. Svo er eitt Tarantino skot svona beint úr skottinu Já. og já, bara og mjög svona mörg önnur kannski skot sem að jú, maður hefur séð áður en líka önnur svona sem eru kannski svolítið ný og þau voru flott. það er greinilegt að fólki sem vann að þessari mynd skemmti sér mjög vel Já, við að framleiða þessa mynd. Og líka hún er mjög vel skrifuð, sko, það er mjög Já. mikið af góðum persónum og þú veist, það er bara... frábærar persónur Já. og Ég finn húmórinn það. alveg frábær. Á svona samtölum var þetta alveg skeitin, þú veist, Já. þú veist, það er alveg sérstaklega mikli, þú veist, aðalkarakterins Martins og bandarísku Zombie Squad. líka hann, já. Já. Málið er líka að hún er bæði á norsku og ensku Já. og svo er náttúrulega nazistarnir þeir tala þýsku Já. og rússnesku, kallinni þeir tala náttúrulega rússnesku. Þeir tölu ekki neitt. Ja, það var svona eitt orð, eða tvö orð, eða þrjú orð í mestalagi. Vó. Ég bara berja mín kona, bara berja. Heimilisofbeldi er ekki fyndið, Knútur, hvað erum við búin að læra? Ég berja þig, bara Og að berja. koma uppáningamynd og þetta hugsa þetta núna. Skammarstegin. Ég bara berja ykkur báða. Já, Ég verði að afsaka vinn okkar hann í leiklistanámi. Þetta finnst þið bandræði. Method acting, já. Ég ætla, já. En já, mér finnst það rosa góð mynd. Mjög fyndin og skemmtileg. Já, og hún er, já, grínið er, maður fer alveg að hlæja að henni, þannig að, Já, já, þetta er, já. já, bara hljóðið, mér finnst hljóðið líka mjög gott með við svona skandinavíska myndir. Og framleiðslan bara rosa flott. Og mér finnst það mjög, ég hló mjög mikið að henni, ekki kannski eins mikið og gæinn fyrir aftan okkur. Nei. Já, Samt alveg. hann skemmti sér alveg konunglega. Já, En og líka það, fólkið sem var með okkur í bíóhúsinu, það var kannski svona 20 manns í mestalagi og helmingurinn af því voru svona krakkar svona kannski í kringum 15-16 ára. Þannig að, Já, svona grunnskóla, ja þú veist, kannski framhaldsskólanemndur, þú veist, sem hefði ekkert að gera, þú veist, Já. það hefði eitthvað. já, og akkurat í hlínu þá voru eitthvað að tala saman og eitthvað, hvernig finnst þið myndin? Þá var einn stelpan, mér finnst það ógeðslegt, en samt alveg skemmtilegt. Ó já, bæðu, ef við höfum ekki minnst þetta er ekki fyrir viðkvæma, sko. Já. Nei, Bara passa. hún er mjög grafísk. já, svona vægast sagt. Líka blóði og innyflum og líka smá, þú veist, nokkar kynferðislega sinn líka, en Já. ef þið horfa á þessu mynd, þá finna út hvað við meinum með því. Já, En það sé að þið horfðu hann út til enda. Já, almennt, ef þið
hafið hort, ef þið höfðu gaman af Shaun of the Dead Eða Brain til dæmis, Dead. eða Brain Dead, Evil Dead, sem er svona aðeins minna Eða einhver myndir sem er dead í endan. Já, Nei, ekki Shaun of the Dead er með svona með þekktustu svona grín uppbæningarmyndunum en ef þið fíluðu hana þá Þá er ég eflust þetta að fíla þessa fíla þessi bot, sko. Já, og ef ykkur er ekki sama, þú veist, hlusta á smá norsku með því. Já. Það er, ég meina, það er bara næstu því eins og að hlusta á íslensku, það er ekki mikið af einhverjum Næstum því íslenska. Þetta er ekki eins og, út af því að það er, maður getur hlustað og maður skilur alveg hvað það er að segja, svona að mestu leyti. Nei, næstum því danska. Heimir er að reyna að segja brandara, hérna við erum að reyna að kenna núna það. Já, en Þú ert fallinn. Vonandi hlægið þið. Hæ? En hérna, já, ég var að pæla með leikarana, ég þekki nefnilega ekki neina af þessum leikurum því miður, en þeir stóðu sig mjög vel. Já, ég þekki einn leikara, hann var í hérna Freaks and Geeks Já. og hann leikur sem sagt foringja Zombie Squad og þeir sem hafa séð Freaks and Geeks að þá er það sem sagt hávaxni geek. Svona, ég veit ekki hvað hann heitir en það er gaman að sjá hann í þessu hlutverki. Já, frá IMDb. Hann er í rauninni að leika bara Já. hvað hann myndi gera í framtíðinni, þú veist, ef hann úr Freaks and Geeks, ef hann hefði haft áhuga á uppvæningum, þá hefði hann í rauninni farið í það að gera þetta. Svona ef þið viljið reyna að tengja myndirnar einhvern veginn saman. Það er náttúrulega þættina Freaks and Geeks. Hvernig ætlum maður að lendi í uppvakningamynd, þú veist? Að maður leiki uppvakning. Bara, þú veist, þekkir einhvern sem er að gera þessa mynd og... Ok, ég er að gera uppvakningu, viltu það með? Já. Ég er hvort eða næstu í döður allan tíma, það skiptir ekki. Viljum við sjá að leika uppvakning? Þú ert ráðinn! Þú ert ráðinn! En hérna, Hamingu! ég veit ekki neitt hvað þessi leikar heita, en hérna, Nei. til dæmis leikarinn sem leik Martin, sem sagt, Adolf. Adolf Ingi 2, hann var mjög góður. Mjög skemmtilegur og góður í sínu hlutverki og það var einn karakter sem að, ég man ekki eins og samt hvað heitir en hann var langskemmtilegastur fannst mér, það var lögregluþjónn sem er ótrúlega fyndinn. Það er svona eins og hálfviti í teiknumyndum en hann er ótrúlega... Hann er alltaf virkilega reiður og svona mjög full út í undirmenn sína en svo þegar það kemur á að hann þarf að gera eitthvað þá er hann svona ég vil ekki gera það. Og þú veist, við sögðum það ekki áðan en ég meina, þetta er rosalega steikt mynd, bara þetta er algjör sýra en það er bara jákvætt þegar hún er... Það er þessi skandinavíski húmor. Það er svona svartur húmor, það er svona kaldhæðnishúmor og það er líka svona, þú veist, það er alltaf í lagi að þetta gerist út af því að við, þú veist... Þeir leika svo rosalega mikið með að mega gera hvað sem er í þessari mynd. Já, og eitt sem fannst líka jákvætt við þessu mynd er að oft einhvern veginn í svona norrænu myndum þá er mikið svona þunglindi og leiðindi en í þessari mynd þá er mjög mikið eiginlega bara þannig sé stuð, það er... Bara fólk að drepa hvort annað. Já, nákvæmlega og þú veist, og það er grínið, ekki... Það er bara allt gott að blessa með það. Já, það er alltaf... Það er mér að segja að það er prestur í þessu, þannig hann hlýtur að hafa gefið leyfi. Mjög vel útfært og bara mjög skemmtilegt. I kick ass for the Lord! I kick ass for the Ég gefið Lord! plúsmerki. Í alvörunni? Það er ekki eins og fyndið? Nei, Heimir. Í alvörunni strákar, var þetta ekki fyndið? En, já, Hvað er málið? þannig að við mælum með þessari mynd. Já. Þetta var mjög Já, en ég er svona spá í... Ok, hún er kannski ekki alveg fyrir alla en... Þessi mynd gefur manni akkurat það sem, þú veist, hún lofar. Hún heitir, þú veist, hvað, Döðsnöð? Döðsnöð. Þetta er norsk uppvakningamynd með nasistum og rússum. Og ég menna, ef þið fílið þannig, þá farið á hana. Og ef þið sjá fyrstu myndina, að þá munið örugglega sjá þessa mynd út af því að hún er eiginlega, hún er framhald af henni, beint framhald og hún er töluvert betri hvað varðar framleiðslu og svona það er meiri peningur gefinn í myndinu. Síminn dö. Já, ég hef vel ekki séð svona eins skemmtilega grínhrollingu síðan ég sá held ég Brain Dead eða eitthvað. Ég held ég hef ekki skemmt mér eins mikið yfir... Leikstýrða Peter Jackson. Peter Jackson. Hvað segir trúið ég ekki? En þessu fannst mér alveg mjög skemmtileg. Við mælum líka með henni eða það hafi ekki séð hana heldur. Og við mælum líka með Evil Dead. Evil Dead, já. Night of the Living Dead. Aðeins þekkta en Brain Dead myndi ég halda. Við erum að tala sko Íslandina, þú veist hvað þú segir þekkt á Íslandi. Ég held að það segja aðalega Íslandingar sem horfa á þessu myndum okkar. Já. Þú veist þekktasta kannski Hey, Ísland er í þessari mynd, horfum á hana! Þetta er svona eina af þeim, já. Já, ég þekkti held ég
2 staði, Smáratorg og Esjuna. Tekið upp í Kollafirði líka. Já. Það Esjan, já. Og svo held ég tekið upp, það ákveðin bær sem á að vera Talvík sem að nasistarnir eru að ráðast inn í. Ég held að það sé einhvers staðar á Sunnlandi, svona Eyrarbakki eða eitthvað svona, það mjög afskekktur staður þar sem að búa. Fréttunum í sumar sko, þegar það var takað upp. Já, það kannski búa svona 1000 manns í alvörunni á þessu stað. Glætan að þetta sé 3000 manna bær. Já, Arnór, glæta. Nei, Ég sagði 1000 Já. í myndinni þess að 3000. Já, það sem ég meina. Ég hef ekki kallað þýðlega sko. Ég er að pera það en ekki láta það hlæja. Þar eru hjartatöflurnar mínar. Segir svolítið mikið um þig, Heimir. Já, en hérna, eigum við að gefa henni einhvern núna myndinni? Sko, það er svolítið erfitt að gefa henni einhvern út af því að hún er mjög óhefðbundin. Mjög óhefðbundin og tekur sig ekki sjálfa alvarlega. Og, já. Það er sko, meðan við hvað hún lofar að gefa fólki, þá gefið henni 10. En meðan við, þetta er mynd, þetta er kvikmynd. 5,5. Út af því, þetta er... Er það? Jú, út af því sko... Já, kannski að þú ert að miða hana við eitthvað svona... Ok, ég miða hana við allar myndir. Já, ok. Sem ég hef séð. Bara svona almenn einhvern, hvað myndir þá? En, þú veist, ég meina upp á skemmtanagildi og með það sem, þú veist, hún sko lofar að gefa manni, þú veist, bara svartan húmor, uppáningar mynd með nasistum og rússum og ég meina, ef þið fílir svona grín hörðlega gjur þá er þetta algjörlega myndir fyrir ykkur og ef ykkur líka við svona, þú veist, skandinavist svona ívarf líka, það var fullkomið, bara horfa á hana núna. En bara svona miðað við myndir almennt á 5,5, ég meina, þetta er ekkert, þú veist, rosalega impressive, en miðað við svona, ekkert low budget, en þið veit alveg hvað ég meina, þú veist. Þetta er mynd, ég meina þú getur alveg hort á hana aftur og aftur. Þetta er indie mynd, það er alveg víst, þetta er ekkert stórt stúdíó svona. Þetta er kannski, þú veist, bara típisk norsk mynd, ég meina. Sko, já, Sagafilm vinnur að þessu, fleiri önnur stúdíó vinna að þessu, þannig að það er ekki bara eitthvað eitt sem að stjórnar þessu öllu saman, þannig að þetta er svona mörg. Þetta er skandinavísk samvinna. Já, kannski, já, Arnór, einhvern? Sko, ef við höfum þetta á eitthvað svona alheims skala, að þá myndi ég gefa þessu 6. En út af því að, ég meina, hún er fyndin og hún lítur vel út, hún er vel gerð og allt það, að þá myndi ég gefa henni eitthvað hærra svona svipað eins og 8 eða 9. Já. Eða, þú veist, 8,2 eða 8,6 eitthvað svona. En svona miðað við eitthvað svona alheims skala, það hvað er besta myndin ef að besta myndin er þetta fræga dæmi, besta myndin er Citizen Kane. Já, eða Shawshank Redemption eða eitthvað svona. Að þá væri þessi svona frekar svona neðar á listanum og myndi vera svona 6, eitthvað svoleiðis. Sem er ekki slæmt út því að það er mikið af góðum hryllingsmyndum og svona ekki grímyndum heldur góðum hryllingsmyndum sem eru í kringum 6, svona 6,2, jafnvel 5,9 eða 6,9 sem að það er alveg þess vert að kíkja á þér og það er oft svona B-myndir eða eitthvað svona sem að maður kannski þegar maður heyrir þetta þú veist að hún fær 6 í einhvern eða 5,5 í einhvern hún hljómar ekki spennandi þannig sé en það sem að liggur á baki og allt það sem er gert í kringum hana og já ég mæli með henni að horfa á hana ég veit ekki hvort ég mæli með hana bíó þetta er meira svona ef þú vilt slaka á og hlæja sem að kannski fer ekki alveg saman og því að maður er svolítið svona upptens þegar maður fer að hlæja. Ekki fara svona með börnunum eitthvað í bíó. Eða skilur, já, eða gömlu fólki. Ekki börn og ekki gamalt fólk. Það er svona þessi 16 til 66 ára demografí. Þetta er fullkomið fyrir unglinga. Já. Wow. Við heyrðum í... Vonandi flugöldum. Í þessu lögguna, þannig... Já. Hljómar eins og skothríð, eða svona, það var tvö hljómar eins og byssuskot eða þrumur og eldingar, sem ég ekki alveg viss. Var þetta Suðurlandsskjálftinn? Nei, þetta er skriðdrekinn úr myndinni. Já. Það var komið að ná okkur. Guð, hvað sjáu þarna úti, það er uppbæning að beygja sig, og allt þetta blóð. Mér fannst það alveg stórskemmtileg mynd og mér fílaði húmorinn í henni og persónulega hef ég rosa gaman af svona grínhrollegjum sem taka sig ekki alvarlega og einu af svona mínum uppáhalds þannig er Scream 1
Og þegar hún svona expósar einhvern veginn þessar reglur í hrollvekjumyndum og svona þessi fannst mér rosa skemmtileg og húmórinn alveg höfðaði mjög mikið til mín. Persónurnar fannst mér ótrúlega skemmtilegar. Bara að sjá þennan Adolf Inga 2 í þessum græna íþróttagalla og 2.0 homman hann í fjólubláu fötunum og allt þetta og mér fannst, já, ég ætla að gefa henni bara 8 held ég. Já, bara 8. Það er hæsta einhvern sem ég gefið hingað til. Ég veit samt, ég sammála ykkur með að þetta er ekki svona almennt góð mynd, en mér fannst það rosa skemmtileg. Þess vegna ætla ég að gefa henni 8. Það er svona mynd sem ég get alveg hort aftur á. Já. Þannig að já. Ég var að segja, við mælum með henni. Já, og með svona Fyrir þá sem eru opnir fyrir svona, já, rugluð myndum. ef þið finnst gaman á hrollvekjum að þú getur alveg farið á hana en ekki búast við því að vera virkilega hræddur Nei, eða akkurat. eitthvað svoleiðis. Þetta er grínmynd. Já, þetta er grínmynd. Þetta er ekki Svona The í grunninn. Conjuring, skilur, Nei. þetta er ekki mynd sem að þú verður hræddur þegar þú horfir á hana en Þú þarft ekki að skipta nærbuxur eftir myndina, við getum sagt það. Já, þú þarft ekki að gera það. Nema þú pissir í á hlátri. Hún er allan að, hún er fyndin, hún er mjög fyndin. Eins og maðurinn fyrir aftan okkur. Já, akkurat. Þannig að já, bara thumbs up. Já, ég svona ámaður að tengja þetta, að lengja þetta myndband eitthvað lengur. Eða kannski að segja hvað næsta mynd okkar verður? Já. Við stefnum á að fara á The Grand Budapest Hotel næst. Það er í næstu helgi. Já, Ah, mynd eftir Wes Craven. Nei, ekki Wes Craven fyrir ekki, Wes Anderson. Wes Craven er ekki mynda leikstjóri. þú varst að tala um Scream 1. Já, akkurat, þetta er Scream bara fyrst hérna og þá, hei, Wes Craven. Rauga hótelið í Budapest. Eftir Wes Andersons, til að hafa alveg rétt. Með hellinga á góðum leikurum í og við bíðum spenntir þangað til. Það er svona, já, ég man þegar ég horfði á trailana af þeim mynd í fyrsta skipti og svona, ég fekk svona, þú veist, ég er algjörn Wes Anderson aðdáandi, ég fekk svona Wes Anderson gasum þegar ég sá þennan trailer. Já, Og leikavalið er frábært, horfðu bara á trailerin, þið sjáu hvað ég meina þegar, þú veist, af hverju ég er svona spenntur fyrir þessari mynd. og þið bara hljótið að minnst ákvæmst að líka við einhvern af þessum leikurum, því þetta eru Já. svo margir og Það er Jude Law líka, já. það Já, er- Svo er líka- Jude Law, Harvey Keitel, Edward Norton og þú veist, Tilda Swinton og Bill Murray, Jeff Goldblum. Ralph Fiennes, þetta er bara listin er sko endalaus, þetta er alveg rugl. Það er líka annað sem að svona drifur mig dálítið að þessari mynd, fyrir utan leikavalið og Wes Anderson, það er sko plottið hljómar mjög skemmtilega. Bara horfa á trailerin þegar þið séu hvað ég meina. Já. Þetta lofar svona góðu gríni og bara svona góð svona ævintýri, ef maður má segja það, þú veist. Þetta er svona dálítið, þú veist, dálítið svona ævintýramynd sem svona gerast af eitthvað víðsfjörðum Evrópu. Þetta lofar góðu. Já, og myndirnar hans, Wes Anderson líta allar rosa vel út. Sérstaklega Moonrise Kingdom, það er gott dæmi Hann á sérstakann stíl. Já, hann er mjög svona fíngerður og þetta er oft svona eins og málverk bara eiginlega, næstu í hverjannasti rammi. Mjög vel úthugsaður og ég var akkurat að horfa á svona myndband sem sýnir af hverju það er lítið svona vel út og það er að hann miðjar alltaf, hann er með svona strik bara í miðjunni og hann miðjar alltaf einhvern veginn rammana, þannig að það er einhvern veginn svona, Það er svona, já, symmetry eða já, svona. akkurat og það gera þær akkurat svona sérstakar og fíngerðar, flottar. Þannig að við bíðum spenntir eftir Grand Budapest Hotel. Svo við mælum með Döðsnö fyrir það sem að fíla grínhrollvekjur, en ég meina ef þið hafið áhuga að sjá hana þá bara go for it og ef þið fílið þessa mynd þá mælum við með Shaun of the Dead, Evil Dead, Brain Dead og fleiri Dead myndir. Evil Dead 2? Rise of the Dead og hvað annað? Dawn of the Dead? Dawn? Ég veit ekki hvað Day of the Dead sé góð, ég hef ekki séð hana en eins og segir sko, Night of the Living Dead, það er svona guðföður allra zombie-mynda, þannig að endilega kíkja á hana líka. Já, ef þið fílið svona, ef þið list smekk fyrir svona uppvæninga myndum eftir þessa mynd. Svo ég meina, þýðir ekkert annað en að svala forvitninni og kíkja á eina góða zombie-mynd. Já. Með nasistum og rússum og norsku fólki. Og zombie squad. Og skriðdreka, ekki gleyma því. Og Ísland! En samt ekki! En samt ekki. Við erum í Talvík. Við erum svo totally í Noregi, sko. Já. Ég er ekki að grínast. Sjáðu þarna er esnei, býtum við. Það er smá á törneipi, þetta var norskt.
Hili, eitthvað. Hili. Ég kann ekki norska. Er bónus Hjuliland. Þannig já, Já, bara getið eitthvað meira sagt en það? Döðsnu Döðslu? Döðsnu. Kíkja á hana. Döðsnu. Já. Þetta er vandræðalegt. Þú ert ekki búinn að, já, ok Stopp! Hún er ennþá í kveiki.